Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4 og gleðilegan baráttudag verkalýðsins, 1. maí. Framundan fjölbreyttur þáttur, en við byrjum hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis og þær eru komnar til mín Halldóra Björg Sævarsdóttir, framkvæmdastjóri og María Rut Dýrfjörð, móttöku og markaðsstjóri. Velkomnar. Takk fyrir. Krabbameinið tekur sér ekkert pásu í COVID, en þið hefur þurft aðeins að aðlaga reksturinn eða starfsemina og getur aðeins farið yfir með okkur Halldóra hvernig þið hafið verið að starfa undanfarið. Já, við höfum lagt áherslu á að vera við símann og veita þjónustu þannig og sem hefur gengið ágætlega, en það er alltaf erfitt þegar maður getur ekki hitt fólki. Hafið nýtt ykkur eitthvað svona eins og Zoom eða FaceTime eða eitthvað svona sem þið sjáið fólkið eða? Já, við höfum nýtt okkur Zoom. Já. Og það hlýtur náttúrulega að hafa áhrif á alla eitthvað starfsemi einmitt, að geta ekki tekið á móti fólki, það náttúrulega líkur allt hópastarf niður í væntanlega. Já. Þannig að það er bara síminn og Zoom sem hefur verið. Já. Svo við reyndum líka verið dugleg að reyna að miðla fræðslu og leiðbeiningum til fólks í gegnum samfélagsmiðla. Já. Við reyndum að posta svona cirka bát alla virka daga. Já. Og þá bæði gagnlegum upplýsingum frá Krabbameinsfélaginu, bæði sem lúta bara upplýsingum til þeirra sem eru með veikt ónæmiskerfi, sem eru einmitt krabbameinsgreindir oft og líka bara það sem fólk getur gert, slökunaræfingar, til að hreyfingu og svo framvegis. Þannig að þetta er öðruvísi en við höfum gert okkar besta til að ná til fólksins. Og væntanlega nóg að gera þá í símanum því að álagið símleiðis og þannig hlýtur að aukast þegar fólk er bara fast heima og kemst ekki neitt. Það er svona. Mér finnst nú, það hefði alveg mátt vera meira. Já. Þú getur kannski hika að veigra sér við að Já, ég hugsa það, að fólk sé kannski aðeins að bara hlúa sér og sínum og Það er eins og allt hafi farið svona aðeins einhvern veginn dempast niður. Já. En við erum að fara að opna núna mánudaginn næsta, 4. maí. Og þá getum við fara að taka á móti fólki. Já. Og fyrir það svona hópastarf aftur í gang. Við ætlum svona aðeins að sjá til með það. Já. Kannski erfitt upp á 2 metra regluna. Já, einmitt. En viðtöl, fólk getur komið í viðtöl, það er mikil ásókn í það, bæði nýgreindir og náttúrulega þeir sem hafa verið í viðtölum og eru komið kannski framhaldsviðtöl, fjölskyldur líka, hjón kannski með börn, það sem annar aðilinn greindur og þó sé kannski ekki gleðiefni að þurfa að nota þjónustuna, þá gleðjast við því að geta þjónusta. Já. En hafið þið heyrt af einhverjum ykkar skjólstæðinga sem hefur kannski greinst með COVID? Eða hefur fólki tekist að bara passa vel upp á sig? Nei, í sínu veikindum? Ég þekki bara engan sem hefur greinst með COVID hérna Norðurlands. Nei. En ég held að við fundum það kannski bara frekar snemma að fólk var skynsamt og það dróð sig í hlé, sem er gott. En eins og þú segir, þá er ekkert hlé á krabbameini, þannig að við gleðumst við því að geta farið að þjónusta betur áfram. Og þið ætlaði að byrja bara með trukki og dífu og hrinda af stað svona smá herferð, eða þið segja græðast frá henni? Já, okkur langar ætla að gera eitthvað svona ánægilegt og við ætlum að hvetja fólk til að taka með okkur gæfuspor. Og ekki með okkur heldur eiginlega meira fyrir sjálfan sig. Og við leggjum til að fólk kíki inn á vefinn okkar, kaon.is og þar erum við búin að setja inn nokkur gæfuspor og þau snúa að hreyfingu, mataræði, líkama og sál og svo forvörnum. Eða það er að segja sjálfskoðunum. Og það er svo margt sem fólk getur gert til að bæta í líf og það þarf ekki að vera neitt mikið. Það getur verið bara, í dag ætla ég að borða 1 ávöxt eða ég ætla að labba í vinnuna eða ég ætla að byrja að nota sólavörn. Já, er það partur af forvörnunum? Það er partur af forvörnunum nefnilega og ég held að húðin muni þakka þér bara það sem eftir ef þú ert duglega að nota sólavörn. Já, og sérstaklega núna í vorsólinni. Hún er svo sterk og hún er lúmsk. Og þegar maður fer eitthvað út í snjóin, skíði eða eitthvað upp á fjall, þá er eitthvað fljótt að... Þetta telur og ég hugsa þeir sem eru til dæmis duglegir að hreyfa sig, þeir hugsa ég er að hreyfa mig og ég er að gera allt rétt.
En kannski bara þitt gæfuspor að þú byrjir að nota sólarverst. Eða sá sem hreyfir sig ekki neitt. Hann getur hugsað með sér, ok, nú ætla ég ekki að leggja bílnum mínum alveg upp við búðina, ég ætla að leggja aðeins lengra frá. Ég ætla að finna stæði sem fjærst. Já. Og rógast svona póka. Það telur í skrifunum. Og þetta svona, já, við erum með allnokkrar hugmyndir hann inni og við hvetjum fólk til að fara þeir inn. Kynna sér gæfusporin. Meðvitað að það ekkert eitthvað svona, þú skalt ekki, það má ekki, það bannað. Það ekkert svoleiðis í þessum gæfusporum. Nei, þetta allt saman bara jákvæð, einföld skref sem fólk getur bætt við í sitt daglega líf og vonandi gert bara að vana svo kannski bætt við gæfusporin. Hafið þið eitthvað tekið fórskot á átækið og byrjað sjálfar eitthvað með gæfuspor? Ég hjólaði vinnun í morgun. Kom alveg á blúsið niður hérna Dalsbrautina, það verður aðeins erfiðar að fara tilbaka. Ég reyndar á rafmagni, en telur samt. Það geggjað. Já, það getur maður notað þetta svolítið sem faraskjóta. Já. Eða bara samgöngu tæki. Algjörlega. En í framhaldi af þessu verkefni okkar, að þá í leiðin að fá fólk til þess að hreyfa sig, að þá ætlum við að safna peningum. Já, því það líka eitthvað sem hættir aldrei, það kostar alltaf að reka. Já. Og þetta verkefni sem stokkar snýst það að hreyfa sig og að styrkja Krabbameinsfélagið í leiðinni. Við erum með símanúmer sem að fólk getur hringt og svona fyrirkomulag sem flestir þekkja. Já, svoleiðis, já. Og við hvetjum fólk sérstaklega til að kynna sér gæfusporin, fylgja okkur á Facebook, við heitum bara Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Þar förum við að stað með svona áskorun, þannig að fólk getur sagt mitt gæfuspor verður, ég ætla að taka vítamínum mín, ég ætla að vanda mig við svefnin, bara fyrir að sofa og skora svo á einhvern annan að gera slíkt í sama eða velja sér gæfuspor sem hann ætlar að taka í sínu lífi og styrkja gott málefni í leiðinni. Þessi gæfuspor, þetta allt eitthvað sem alveg sannað að þetta hefur áhrif á krabbamein. Þetta svona í bland. Mikið af skrefunum eru fyrirbyggjandi og ekki bara gegn krabbameinum, líka heldur öðrum svona lífsstílsjúkdómum eins og má segja. Og svo það líka svona, hvað sem núvitund, við leggjum til að fólk taki tíma fyrir sig. Margir sem eru kannski uppteknir allan daginn og ég hef aldrei tíma fyrir mig. Hans gæfuspor, hennar getur verið... Búa til smá glugga sem ég ætla ekki að svara tölvupóstum, ekki að svara SMS-um og ekki að vera einhvern veginn út allt. Já, bara ég ætla að lesa í góðri bók hálftíma áður en ég fer að sofa. Þetta sé mikilvægt í dag. Já, og þetta eitthvað sem ég held að við getum sammælst að sé bara skemmtilegt að taka þátt í. Og hvað stendur þetta átak lengi yfir? Tímasetningu? Bara... Allan maí, en auðvitað til lífstíðar. Til eilíðar. Já, það bara svoleiðis. Við erum bara, hvað sem aðeins að ýta við fólki og vekja athygli okkur í leiðinni. Mæta lífstílinn bara. Já. Kæra þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu öllu saman, Halldóra og María, og gangi ykkur vel í Krabbameinsfélagið. Takk fyrir.